Fjöldi fólks lagði leið sína í Íþróttaakademíuna við Sunnubraut í Reykjanesbæ á föstudaginn var þegar bæjaryfirvöld afhentu formlega golfklúbbi Suðurnesja og púttklúbbi Suðurnesja glæsilega inniæfingaaðstöðu til golfiðkunar. Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Lovísa Hafsteinsdóttir sem formaður íþrótta- og tómstundaráðs héldu tölu og óskuðu klúbbunum til hamingju með nýju aðstöðuna. Jóhann Páll Kristbjörnsson formaður GS þakkaði rausnarlegt framlag bæjarins og sagði þetta vera lyftistöng fyrir golfíþróttin á Suðurnesjum og hér verið nú loks hægt að stunda golfæfingar allt árið kring. Já, ég náttúrulega talaði bara fyrir hönd golfklúbbsins en þetta kemur til með að breyta stórkostlegu fyrir okkur. Þetta gerir íþróttina heilsársíþrótt fyrir okkur. Krakkar og unglingar og afreksmenn í klúbbnum hafa þurft að sækja æfingar yfir vetrartímann, kannski 2-3 í viku til höfuðborgarinnar með tilheyrandi kostnaði og óþægindum. Þessi aðstæða sem við höfum hérna náttúrulega alveg bara frábær. Hér hægt að æfa allt sem snýr að golfi og kemur til með að hafa bara góð og jákvæð áhrif fyrir klúbbinn í framtíðinni. Hvað nákvæmlega í þessari aðstöðu? Þetta eru 2 salir sem við höfum hérna. Stærri salurinn einhverjir 130 fermetrar sem ein stór púttflöt. Yfir hálfa flötina getum við svo dregið net til að slá í og þá leggjum við bara mótor á gólfið þannig að hún nýtist okkur gríðarlega vel bæði við pútt og við að æfa högg og annað. Svo höfum við smæra rými þar sem golfhermir. Golfhermir sem við keyptum núna í haust af fullkominni gerð. Hann nýtist sem leiktæki fyrir félagsmenn. Hér geta við spilað frægustu velli í heimi án þess að fara úr Reykjanesbæ. En jafnframt þetta stórkostlegt æfingatæki því að í því hægt að greina allskyns vanda sveiflunar og betri kylfingar bætt sig og orðið enn betri. Hvernig munið þið nýta þessa aðstöðu? Verðið þið með starfsemi hérna bara alla daga vikunar? Við sjáum það fyrir okkur, já. Til að byrja með allavega þá sjáum við það að æfingar hefjist hérna klukkan 3 á daginn hjá börnum og unglingum og standi fram á kvöld. Þá verður einnig opið 2 í viku, eða 2 kvöld í viku fyrir hinn almenna félaga þar sem hann getur komið og æft sig. Golfherminn verður opinn alla daga og bara hægt að panta þá tíma í hann. Það kostar aukalega. Púttklúbburinn, hann nýtir þessa aðstöðu hlut úr degi þannig að við bara gætum þess að það skarast ekki. Við höfum haft ágætis samvinnu það. Púttararnir eru oft svona fyrr á ferðinni heldur þið? Þeir eru áreiðsöldið, þeir eru ekki mikið í skóla en þannig að börnin okkar byrja æfingar eftir skóla og það er bara gott. Þetta mikil bót frá því sem áður var hjá klúbbnum. Það ekki hægt að lýsa því. Þetta stórkostlegt og þessi aðstæða hérna, þetta svo hlýlegt og flott. Þetta ekki margir fermetrar sem við höfum en gríðarlega vel nýttir og ég held að þessi bara aðstæða jafnist á við það besta sem við höfum úr að velja hérna á Íslandi. Það kom fram hérna áðan að það hefur fjölgað mikið félögum í golfklúbbi Suðurnesja. Já, og ég þakka það miklu leyti því að fólk vissi að þessi aðstæða væri á leiðinni. Þetta orðið að heilsársíþrótt. Það með yfir 20% fjölgun í klúbbnum bara í ár og þó að sumarið hafi verið gott golflega séð þá held ég að við höfum áður fengið góð sumur án þess að þessi fjölgun hafi skilað sér endilega og ég held að það sé að miklu leyti að þakka þessari inniæfingu aðstöðu.